Hér ætla ég að sýna ykkur hvernig þið stillið dálka fyrir gengisskráninguna. Þið staðsetjið ykkur hér í entermerkinu fyrir neðan gjaldmiðil og farið á homeflipa, í paragraphs og tabs. Fyrsti dálkurinn, hann er stilltur á 5 cm, þá skrifið þið 5 og hann er left og við ætlum að haka hérna við númer 4, hérna lítir, það er uppfyllimerki og endar beinalínan alltaf á sama stað. Sett, síðan er 5,5 og hann er stilltur á left, ekkert lítir. Næsti dálkur er stilltur á 7, hann er líka left og síðan er 9 og það er desimal, það er jöfnunarstafurinn. Sjáu það hvernig komman stenst á í gengisskráningunni. 11,7, það er líka desimal og síðasti dálkurinn er á 14,5 og hann er líka á desimal og OK. Og þá sjáu þið hér stillingarnar eins og ég sýndi ykkur í fyrsta liðnum. Og þið skrifið Bandaríkjadalur. Þið ýtið einu sinni á dálklykil fyrir beinu línuna og aftur fyrir skammstöfunina. Síðan ýtið á dálklykilinn og skrifið dollaramerkið, haldið niðri shift-knappi á lyklaborðinu og 4 í fjórðu línunni á lyklaborðinu. Kaupgengið er 122,61. Síðan ýtið á dálklykil fyrir sölugengi og það er 123,19. Og aftur fyrir miðgengið 122,9. Þegar ég ýti á enter þá eru dálkstillingarnar ennþá inni og ég ætla að flýta aðeins fyrir mér og það sem að þið sjáu hér, það er að komman hún stenst á, desimal, það er jöfnunarstafurinn. Það er ekki hægri stilt, ekki vinstri stilt, ekki miðjað. Þessi tákn hér, ef þið eru á borðtölvu, þá náið þið í táknin með því að halda niðri allt knappi vinstra megin við bilslá og síðan að slá á viðeigandi tölu fyrir evrumerkið, dollar, jenið eða pundið. En það er líka hægt að velja undir insert og í symbol og það er hægt að finna undir more symbols þessi tákn. Þá er þetta komið, en passið bara að ýta tvisvar á dálklykilinn, einu sinni fyrir beinu línuna og einu sinni fyrir hér. Margir sem gleyma að ýta tvisvar.